Ég hafði langmest gaman að hlusta á Bjarka og Trickshot. Ég hef mikið verið í eftirvinnslu sjálfur og svona fyrir tímarit og ljósmyndun, þannig að ég hef svolítið gaman að sjá hvað hægt að gera í vídeónu með það. Og bara gaman að sjá alvöru fagmenn á þessu sviði, hvað geta gert og hvað þetta virtist allt einfalt hjá honum. Ég er bara heldur sátt með þetta, að fekk að kynnast nýju vélunum og linsum sem ég er búinn að skoða og fá svona betri kynningu á þessu heldur en ég er búinn að lesa. Svo er þetta náttúrulega bara allur skalinn. Sumir eru að leita sér ódýrum lausnum og meðan aðrir eru að skoða flottasta. Og náttúrulega svolítið gaman að geta sýnt vélar hérna í dag sem að hafa bara ekki sést á landinu áður og linsur og svona. Þetta eru svona nýjir möguleikar sem eru virkilega spennandi og flestum finnst mjög gaman að bera þetta og koma aðeins við þetta, ekki bara skoða þetta á netinu. Mér finnst þetta bara frábærlega á þetta. Ég er sérstaklega spenntur fyrir að sjá meira af þessum linsum. Ég er nefnilega að þar er Canon bara kóngar og mér hlakkar til að sjá myndir með þessum linsum og á þessum vélum. Sjálfur er ég mikið búinn að skjóta á 5D Mark II og eitthvað á C100 og ég náttúrulega var ástfanginn af 5D bara alveg neðu og ég komst með hendurnar á hana. Æðislegt formfaktor og að vera með svona litla vél sem getur tekið svona flotta myndir og gert þetta fyrir mann. Það er algjörlega magnað. Það var svolítið gaman að sjá þessa C-línu. Ég hef mikið búinn að vera að pæla í því, hvað er advantageið í þessari C-línu fram yfir bara venjulega vídeókamerur.